Já, góðir hlustendur, þér að hlusta útvarpsþáttinn Harmageddon og við erum komnir hérna í hljóðver til okkar Jónas Kristjánsson, fyrrverandi ritstjóra sem hefur áratuga reynslu af íslenskri fjölmiðlun, stýrir núna blogginu sinu jonas.is þar sem hann með mjög beitta þjóðfélagsrýni. Velkomin til okkar, Jónas. Takk að þið fyrir. Það svona þegar maður les bloggið þá svona brennur í manni löngun að fá að sittast niður með þér og spjallum ástandið á Íslandi í dag. Já, það fer nú bara batnandi, sko. Já, það fer batnandi sem betur fer. Já, það fyrir svona 10 árum þá þorði enginn að segja neitt og menn voru svona byrðir inn í hræðslu við yfirvaldið, ég held að þau myndu missa vinnuna ef þau segðu eitthvað og Davíð réði svona öllu og hann lagði niður heila stofnanir ef hann líkaði ekki yfirmann. Og annað í þeim dúr, núna svona ákveðin hópur, ákveðin hluti þjóðarinnar sem hefur gefið frá sér þessa hræðslu og hræðslan þessi mara sem var yfir þjóðinni bara fyrir 10 árum, hún minni núna. Það ekki nema rúmlega hálf þjóðin sem háð þessu núna. Þú hefur ekkert farið lengt með það að þú telur að Davíð sé, hann ber höfuð ábyrgð á hruninu. Já, hann náttúrulega bæði einn af höfundum þess og aðalhöfundur þess, vísa ekki hugmyndafræðingur en hann sem sagt var forsætisráðherra þegar þessu svona eftirritslausa kerfi var komið upp og síðan fer hann frá og verður seðlabankastjóri og á að hafa eftirlitið og það fer sem sagt mjög óhöndurlega hjá honum og þannig hann eiginlega svona tvöfaldur í þessu. Já. Bæði sem upphaflegur höfundur og eins líka sem sá sem að fórnar mestum peningum í hruninu. Án þess að ég sé neitt að undanskilja fjárglæframenn og bankastjóra alls ekki en það eru gífurlegi fjármunir sem að hreinsuðust út úr Seðlabankanum síðasta árið. Nú varst þú á fjölmiðlum, öll þessi 18 ár sem valdatíð Sjálfstæðisflokksins gekkst var í gangi. Steingrímur J talaði að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið eins og vírus í íslensku stjórnkerfi og samfélagi. Geturðu tekið undir það? Þetta hafi verið svona valdaklíka það sem það skipti í raun og veru meira máli í hvað flokkið þú varst heldur hvað þú hefði fram að bjóða? Já, þetta var kannski ekki tengt einlega sérstaklega einum flokki. Kerfi var bara svona, allar götur frá því ég byrjaði að fylgjast með þessu svona 1960. Það var kerfi þannig að til dæmis þegar ég sótt húsnæðislán á sínum tíma, einhver tíma 1960 eitthvað, þá fékk ég ekki lán. Og ég fór svona að senda einn skammabrif svona eins og ég kom frá Þýskalandi og hélt svona að væri svona alvöru land hér eins og þar. En svo svona eftir einhver svona skammabrif þá komst ég raun það að ég þurfti að fá uppáskrift hjá einu nefndarmanni og ég sagðist ekki kæra mig það og þetta var vesen í nefndin út af þessu og það endaði með því að formaður nefndarinnar sem hét Hannes frá Undirfelli, hann hringdi mig og sagði við leysum þetta Jónas minn, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn taka þig að hálfu hvor. Já. Þannig var svona þetta ástandi sem ég kom inn í þannig að það ekkert nýtt sem að var að gerast í kringum 2000, það hafði alltaf verið þannig að svona embættismenn voru ráðnir af flokkslínum og fyrir bragðið erum við með stjórnkerfi sem handónýtt. Þetta eru svona kvígildi sem að meira að minna sem geta bara ekki unnið fyrir sér á almennum vinnumarkaði og stjórnkerfið eins og ég þekki það nánast bara gagnslítið og ég held að þess aðalkosturum við það að gangi Evrópusambandi sé það að fá sem sagt evrópska stjórnsýslu hér inn. Já, svona bírokratisma eins og hefur tíðkast í Þýskalandi og Frakklandi og svona löndum, það sem eru svona alvörumenn. En ertu að tala hvað horfur þá til Evrópusambands í því eða ertu þá bara að tala breytt stjórnskipulag? Ég sérstaklega að tala að viðræður fari í gang við bandalagið til þess að sé að stjórnsýsla Íslands lægi stað þeirra kerfi. Það svona verið að vinna í því núna. Svo verða greitt atkvæði það hvort við að gera staðir eða ekki og þá verður það svo fellt. En eigi að síður hefur öll þessi vinna feiknarlega jákvæða þýðingu. Þú telur að það sé lífsnauðslegt fyrir íslenska lýðveldi að laga sig að Já, bara síðaðra þjóðarþáttum. Það vantar alveg Gerðræðið hefur verið alveg á fullu
og þetta sem að ég þekkti þegar ég skrifaði bréf til ráðuneytis í Þýskalandi, þá fekk ég svar daginn eftir, þar sem var sagt að þetta var ekki á réttum stað, heldur að hefði átt að fara á annan stað, þeir þau áframsend bréfi á þann stað og það væri númer þetta. Og ég geti fylgst með þar, þannig að þetta var alveg fullkomið þjónusta sem maður fekkar. En þessar flokkslínur sko í starfið þínu sem ég er ritstjóri og blaðamaður þá hefur nú örglega rekist á einhverju veggi varandi þessar stjórnmálaflokka. Jú, það hefur sko, ég kom inn í blaðamennsku á pólitískum blöðum, ég byrjaði á Tímanum sem var náttúrulega mjög þrælpólitískt blað og síðan fór ég yfir á Vísi sem var líka pólitískt blað, Vísi ekki eins og öll mín svona vinna sem ritstjóri svona fólst eiginlega í því að losa þessi tengsli sem að og það gekk nú svona sem ágætlega, það tók mjög langan tíma. En heldur þú til dæmis, nú sáu það að menn voru að losa þessi tengsli, þessi stjórnmálu tengsli, Tíminn, Alþýðublaðið, síðan var það Vikublaðið með minni heiti sem Alþýðubandalagið var með. Heldur þú að það hefði verið gott sko fyrir fjölmiðlalandinu, þeir voru allir að reyna að vera svolítið óháðir og það vantaði raun og allar gagnrýni á íslenskt samfélag og íslenska stjórnkerfi á þeim tíma? Ég held að það hafi nú verið sko töluverð gagnrýni á stjórnkerfi á þeim tíma og eftir því sem blöðin svona slitu meira tengslin við flokkana þá urðu þau betri og tíma voru þau bara ansi góður fjölmiðlar á Íslandi að mörgu leyti. En þannig svo síðan náttúrulega komast fjölmiðlarnir meira í hendur á svona öflugum fyrirtækjum sem áttu marga hluti og fjölmiðlum var þá sko einhver svona partur af stóru dæmi og það eins og annars staðar í heiminum hefur slæma áhrif á blaðamennsku. En hvernig er staðan í dag, hvernig metur það? Nú er koma blöð eins og Fréttatíminn og náttúrulega DVF er óháð líka, en hvernig finnst þér svona staðan heilt yfir á íslenskum fjölmiðlamarkaði? Já, hún hefur verið mjög erfið undanfarið, bæði hefur mönnum verið sagt upp sem eru mjög hæfir og eins hafa hæfimenn sagt upp og farið annað. Þannig að það hefur orðið svona talent eða svona greindarskerðing í stéttinni á allra síðust árum, óneitanlega. Ástandi er ekkit alls slæmt, alls ekki, sko. Það er mikið fjör í fjölmiðlum, en það er hefur samt sem áður sko, verið aðeins niður á við. Já. Það er þessi nefni sem dæmi Kompás, sem var svona rannsóknarblaðamennsku fyrirbæri, það var lagt niður og menn sem að störfuðu þar og í svipuðum stíl annar staðar á fjölmiðlum hafa hætt og eru það er skarð fyrir skildi þar. Telur að slíkri fjölmiðlamennsku hafi svona markvisst verið útrýmt eða reynt að gera það af þeim sem áttu fjölmiðlana þá? Ekki vegna þess að þeir væru eigendur þeim var illa við það sem væri sagt, heldur fyrst og fremst á sparnaðarástæðum. Rannsóknarblaðamennska er í eðlisinu dýr, hún kostar óskaplega mikið og það er áhætta með útkomuna, það er kannski verið að garfa í einhverju máli sem reynir svo vera lítið þegar uppi staðið og menn sjá ofsjónum yfir kostnaði við rannsóknarblaðamennsku og það held ég það fyrst og fremst sem hefur kyrtana niður. Og er það ekki það sem við þyrftum meira í dag? Það er alveg rannsóknarblaðamennska? Jú, sko við til dæmis bankaleyndin sem að alltaf er vitnað í nánast vikulega, bankarnir neita að gefa upplýsingar á grundvelli bankaleyndar. Samt sem áður hefur fjölmiðlum tekist að komast að raunum svona einstöku atriði, að það hefur komið í ljós gífurleg afskrift af skuldum í fyrirtæki sem fjölskylda Halldórs Ásgrímssonar á og það er gegn vilja bankana, þeir vildu halda þessu leyndu, það er fullt af svona málum í gangi, en það er bara, við fáum bara að vita það sem fjölmiðlarnir grafa upp í svona einhverjum greftri og það er náttúrulega óeðlilegt ástand, það á að banna þessa bankareynd.